Soffía, atvinnuleysi kvenna hefur verið svolítið umræðan á undanförnum og þá sérstaklega 50 ára eldri. Er atvinnuleysi kvenna 50 ára eldri staðreynd? Sko, það er náttúrulega staðreynd, jú. Það eru atvinnulausar konur á Íslandi 50 ára eldri, en mér fannst í rauninni sú fyrirsögn sem verið að vísa til mjög sláandi og mér var brugðið sjálfri því ég las hana, því að ég var hrædd að þetta fengi konur á þessum aldri hreinlega til að dæma svolítið út af vinnumarkaði, sem er alls ekki sko, það sem að staðreyndin snýst og það var að tala langtíma atvinnuleysi 50 ára eldri, kvenna 50 ára eldri og það var miðað við 6 mánaða tölu. Við höfum svona haft tilhneigingu til að horfa frekar í ár og ef við erum að horfa á þá hópa kvenna sem eru kannski flestir á skrá og eiga hvað erfiðast með að fara út af vinnumarkaðinn ef þær koma inn sem sé út af vinnumarkaði, inn til okkar, til Vinnumálastofnunar, þá erum við að tala ungar mæður, 25-35 ára, ef við erum að horfa á konur per se. En vissulega konur 50 ára eldri sem hafa unnið alla sína tíð í erfiðisvinnu, það eiga kannski færri tækifæri því að í rauninni minnkar bara að þrengist sá starfsvettvangur sem þær geta unnið á. Og það er kannski það sem við erum að horfa til. Konur hins vegar sem eru vel menntaðar og hafa unnið í krefjandi störfum. Það ekki þetta unnið endalaust og við sjáum konur vera að fá störf allt upp í þess vegna 67 ára aldur og það sem við erum að horfa á í dag er að fólk hefur greiðlega starfsorku, bæði karlar og konur og komi ekkert upp á, veikist fólk ekki eða kemur ekkert upp á þá í rauninni hefur fólk endalaust starfsorku. Og ég hef ekki merkt það á atvinnurekendum að mér svo hér á þessu svæði að þeir hundsi þennan aldur kvenna. Heldur hefur mér fundist að margir sækist eftir þessum aldri þar sem að þær eru mjög tilbúnar til vinnu, þær eru komnar út úr sínum kannski erfiðustu heimilisskyldum, þar að segja með börn og annað, veikindi barna sem er nú stundum erfitt á vinnumarkaði, pottþéttir starfsmenn og það get ég nú bara sýnt fram á hér á minniskrifstofu til dæmis. En nú maður heyrt að atvinnurekendur sækist frekar eftir, ekki síst í þessum nýju atvinnugreinum ferðaþjónustunni, sækist frekar eftir yngra fólki og þá unglingum frekar en fólki yfir 40-50. Hvað er hæft í því? Sko, það sem að ég tel vera hæft í því er að það eru ekki allir sem að treysta sér í þessi störf. Þetta er gríðarleg vinna og mikið álag á meðan á því stendur og það er unga fólki sem að treysta sér í slík störf. Eldra fólki er ekki að sækjast eftir þeim störfum og er kannski að sækjast eftir störfum á öðrum starfsvettvangi. Hins vegar veit ég að ferðaþjónustan er mjög opin fyrir konum, talandi konur 50+ á þeim aldri, sérstaklega þegar við erum að tala þrif og matselt og annað slíkt inn í ferðaþjónustunni. En þessi störf sem eru unnin svona til 2-3 mánaða í akkordi eins og ferðaþjónustan til dæmis, að þá höfða slík störf bara betur til ungs fólks og hvort að ferðaþjónustan kjósi það að unga fólki komi þar inn í auknum mæli eða hvort að það sé staðreynd vegna þess að aðrir sækist ekki eftir því, það er svo oft spurning. Það er semst ekki rétt að atvinnurekendur forðist eldra fólk með réttindi? Alls ekki og ég hef ekki merkt það í mínu störfi, nei. Hvorki að þeir forðist karlmenn eða konur sem eru orðin 50 ára eldri og enda eins og ég segi í dag, 50 ára einstaklingur í dag, hann er nú bara eins og 30 ára einstaklingur fyrir 20-30 ára síðan, ég segi nú ekki annað. En tölfræðin sem þú hefur verið fram að því, hvað segir hún þér stöðu atvinnuleysis hér og nú? Sko, hún segir mér það að atvinnuleysi kvenna er meira en atvinnuleysi karla, það er rétt. Bara á júnískýrslunni sem við höfum hérna síðast, að þá var atvinnuleysi á landinu, það er að segja mælt atvinnuleysi á Vinnumálastofnun 3,2%, 4% hjá konum en 2,6% hjá körlum. Atvinnuleysi hjá konum hefur almennt verið hærra en hjá körlum á Íslandi fyrir utan 1 ár eftir kreppu þegar við fengum hingað inn alla iðnaðarmennina og byggingageirann og jafnvel fjármálageirann á einu bretti. Síðan jafnaði það svo og nú erum við að sjá aftur að bilið sé að breikka. Nú ef við skoðum bara tölur varðandi aldurssamsetningu að þá, eins og ég sagði hér fyrr, að þá er aldurinn 25-35 ára. Það eru þeir sem eru flestir á skrá hjá okkur og konur á þessum aldri sem eru ungar mæður langmest. Þær eiga ekki endilega gott
vont með að fara út á vinnumarkaðinn, þar sem þær eru ekki kannski vinsælastar til vinnu, verandi komnar með kannski 2-3 ung börn. Þó svo við séum alltaf að berjast fyrir jafnrétti og vissulega eru feður farin að taka miklu meiri þátt ef börn veikjast heima og annað slíkt. En þá eru vinnumarkaðurinn kannski aðeins á eftir. Þannig að það er ennþá þessi kannski hugmyndafræði vinnumarkaðarins að ungar mæður séu ekki eins pottitar til vinnu eins og eldra fólk. Og það kannski hnekkir þessari fyrirsögn það að 50 ára konur séu flestar langtíma atvinnulausar, sem við þurfum kannski að skoða tölur aðeins betur varandi, en þær eru að minnsta kosti alls ekki flestar á skrá hjá okkur. Við höfum verið að vinna sérstaklega mikið með ungt fólk á aldrinum 18-25 ára frá kreppu. Því að þá kom sá hópur mjög stór inn og við höfum virkilega verið að sinna þeim hópi sem hefur gengið mjög vel og hefur kannski komið niður á hópnum sem að banka sér næst á dyrnar, þessi hópur 25-35 ára. Þannig að við höfum kannski ekki sinnt honum eins vel eins og við höfum sinnt yngra fólkinu og þurfum virkilega að fara að einblína á þann hóp.